Við sitjum hér enn, séra Geir Waage og ég, Halldór Gunnarsson, í framhaldi af 3-4 þáttum hvaðan þú, séra Geir, hefur heimildir þínar og núna förum við að tala mjög heitt efni en ég vil byrja á því að biðja þig að fara stutt yfir Minsk samkomulagi sem Sameinuðu þjóðirnar ætluðu að staðfesta ásamt Frökkum og Þjóðverjum. Vegna þess að síðast í gærkveldi var ég að tala við vin minn þessar upplýsingar sem þú hefur áður gefið mér þetta samkomulag og hvað brigður á því samkomulagi, hvað það þýðir fyrir stöðuna í dag. Og þessi vinur minn sagði að það væru mismunandi upplýsingar þetta samkomulag og dróða mjög í efa sem ég sagði. Þess vegna ég að biðja þig að byrja þar áður en við förum í helförina sem ef til vill núna að gerast vegna viðburða síðustu 4-5 daga sem við komumstum ekki hjá að tala Minsk samkomulagið, það var gerðið 2 friðarsamningar í Minsk á sínum tíma, 2014 og 15 og síðari friðarsamningurinn, ég ætla ekki að fara efnislega ofan í hann, en hann var Þjóðverjar og Frakkar ábyrgðust þann samning að hann yrði haldinn, þeir ábyrgðust það sem eftirlitsaðilar með því að samningurinn væri haldinn. Sameinuðu þjóðirnar líka? Síðan fór þetta hluti af sama ferlinu því að samningurinn var staðfestur af Sameinuðu þjóðum og hefur þar af leiðandi gildi sem alþjóðleg lög. Hann hluti af hinum alþjóðlega laga umhverfi heimsins á vegum Sameinuðu þjóðanna. Og þessi samningur var aldrei haldinn og það voru Úkraínumenn sem að rufu hann á sínum tíma og það gerðist. Mér minnir að það hafi verið 17. september 2021, kann að vera misminni þó, að þá voru viðtöl bæði við frú Merkel, fyrrverandi kanslari Þýskalands, sem var kanslari Þýskalands þegar samningurum var gerður, og François Hollande, Frakklandsforseta. En þessir 2 þjóðarleiðtogar staðfestu samningin sem að kenndur við Normandí. Kallað Normandí samkomulagi því þar var skrifað endanlega undir allt saman. Þau staðfestu það í þessum viðtölum sem ég að vísa í að það hefði aldrei staðið til af hálfu Frakklands og Þýskalands að efna samningin. Hann hafi verið gerður til þess að gefa Úkrænumönnum tíma til þess að endurreisa herinn og ná andanum og vopnum sínum. En það voru einmitt Úkrænumenn sem höfðu ráðist á borgir í Donetsk héraði, einkum og sérilega í Donetsk borg og skotið á borgirnar eftir að heimastjórnirnar í þessum lýðveldum, Donetsk og Luhansk, höfðu lýst yfir sjálfstæði frá Úkrænu. Þá tók við tímabil sem að stóð í rauninni frá 2014, allar götur til 2022 að hið eiginlega sértaka hernaðaraðgerð sem að enn yfirstandandi, en Rússar eru farnar að kalla stríð sjálfir núna, hófst. Og á þessu tímabili drápu úkraínski yfirvöld einhvers staðar á milli 14 og 20.000 manns með þessari stöðugu fallbyssuskotríð á Donetsk borg. Talan 14.000 frá Sameinuðu þjóðunum en ýmsir aðrir hafa verið með hærri töluna, þar með talið yfirvöld í Donetsk héraði sjálf. Þetta er samningurinn sem kenndur við Minsk. Síðan kemur Istanbul samkomulagið, nokkrum dögum eftir að bardagar byrjuðu 2022. Það var búið að staðfesta það samkomulag að hálfu samninganefndara beggja. Bæði Úkrænumenn og Rússar höfðu sett stafina sína við alla liði samkomulagsins. Var ekkert eftir annað en að þjóðhöfðingjarnir sjálfir settust yfir það að undirrita samkomulagið. Þegar að Boris Johnson var sendur austur
til þess að spilla því og það tókst bærilega hjá honum því að enn barist. Já. Þetta eru þessi 2 friðarsamningar sem gerðir hafa verið í Úkraínu. Já, og framhaldið til dagsins í dag og síðustu daga og þetta, ég vildi fá þessa byrjun því að við sitjum uppi með stöðun í dag út frá þessu og hvernig Boris Johnson og hvaða ástæður hann hafði og það virkið. Hann var á vegum Bandaríkjanna í þessu. Já, en okkur NATO gerandi í því núna í dag að halda áfram þessari makalösu styrjöld sem enda að mínu mati með meir en heimsstyrjöld og hætta á því. Þeir telja sig hafa unnið stríðið með því að Úkraína tapiði ekki. Þeir telja að stríðinu sé haldandi úti á meðan að Úkraína tapar því ekki beinlínis á vígvöllunum, en það Úkraína það bil að gera núna. Og ýmsir sem að gera því skóna að ef að stríði standi til áramóta, að þá muni það valla endast lengur en fram á vorið. En það auðvitað bjartsýni að ætla það. En nú veit ég ekki hvernig ég á að koma þér best í stöðuna sem núna eigum að byrja á Trump. Þú talaður friðarsamninga og þegar að menn setjast niður til að semja, þá verður að ætla báðum heilindi. Og svo styrjöld sem núna stendur endurnýjuð við botn Persaflóa, stríðið á milli Bandaríkjanna og Írans og Ísraels auðvitað. Skulum rifja það upp hvernig það byrjaði. Undanfarin náttúrulega endalaus ófriður af hálfu Ísraels í garð Írans og svo virðist sem Ísrael hafi verið gerandinn í því að teygja Bandaríkjamenn út í árásin á Íran. En það undanfari. Í septembermánuði til dæmis 2025 þá var frægur fundur í Katar þar sem að forystumenn Hamas settust niður eða átt að setjast niður með Bandaríkjamönnum til þess að ljúka ófriðnum á Gaza. Og þá gerist það að ísraelskar þotur gera loftárás á fundarstaðinn. Og þar sem arabarnir biðu eftir því að bandaríska sendinefndin kæmi til fundarins, það var eitthvað dvöl á því að þeir kæmu, þá gera ísraelskar orrustuþotur loftárás á fundarstaðinn og sprengja hann í loft upp. Drápu einn öryggisverð frá Katar og ástæðan fyrir því að þetta varð árangurslaus mordtilraun var sú að meðan þeir biðu þá ákváðu Hamas-liðarnir að fara í næstu byggingu til þess að biðjast fyrir, skildu símana sína eftir á borðinu í fundarstaðnum. Og Ísraelsmennir höfðu miðað út símana og sprengdu þá byggingu í tætlur. En sendinefnd Hamas-liðana lifði af. En aðild Bandaríkjanna að þessu tilræði augljós. Því að eins og allir vita að þá taka Bandaríkjamenn ábyrgð á hervörnum Katar eins og annara Araparíkja, þeir eru með herstöðvar þarna. Og auðvitað áttu Bandaríkjamenn að vita og hafa vafalaust vitað þessa loftárás sem í vændum var og framkvæmd var. Upplýsingar frá Bandaríkjamönnum og geimförum þeirra út í vafalaust, en við skulum ekki dvelja mjög lengi við það. Þarna sátu menn á svikráðum við menn sem voru komnir í góðri trú til þess að setjast að samningaborði. Og það sama gerist aftur í febrúar í vetur. Þegar að Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn ráðast á Íran með skelfilegum loftárásum, byrjuðu á því að myrða Ayatollah Khamenei, tengdason hans, dóttur hans og barnabarn og reyndu að endurtaka fyrri afrek með því að eins og þeir talaðu að afhöfða forystu Írans, það tókst nú ekki betur en svo að Íranir náðu strax yfirhöndin í þessu stríði og hafa haft hana síðan.
þeir unnu þetta stríð á fyrstu dögunum. Og hvað á ég við með því að þeir unnu þetta stríð? Bandaríkjamenn og Ísrael hafa engum markmiðum sínum náð. Þeir náðu ekki úraníumbirgðum Írana. Þeir náðu ekki að skipta stjórn í Íran. Þeir náðu ekki yfirráðum yfir Hormússundi sem hefur síðan verið algjörlega í höndum Írana. Þeir náðu engum markmiðum sínum. Og það sem verra að Bandaríkin og Ísrael byðu ósigur. Þetta mikla herveldi Bandaríkin byðu enn eina ferðina ósigur í stríði, það ekki fyrsta skipti sem það gerist. Þeir byðu ósigur þegar við vorum ungir menn í Víetnam. Þeir byðu ósigur þegar upp var staðið í Írak og í Afganistan. Styrjöld ekki háð til þess að vinna bara orustur á vígvelli, heldur til þess að geta fylgt því eftir á því landi sem tekið hernámi. Bandaríkjamenn hafa beðið ósigur í Íran því að þeir hafa engum þeim árangri náð sem þeir ætluðu. Nei, sko, og þeir hafa gert annað og meira. Þeir hafa leitt það í ljós, tel ég, að sú stefna sem að bandaríski herinn hefur fylgt frá því í lok síðari heimsstyrjaldar hefur beðið skipbrot. Bandaríkjamenn hafa verið heimsveldi með herstöðvar, 800 herstöðvar víðsvegar heiminn. Og þeirra hernaðar geta byggist á herskipum og flugvélamóðuskipum og yfirburðum í lofti. En til þess að geta fylgt þessu eftir með einhverjum hætti, þá þurfa þeir auðvitað að hafa her á landi til þess að fylgja eftir loftárásum og árásum á sjó. Það það sem brást núna. Bandarísku flotarnir, tvö flugvélamóðuskip með fylgiskipum, eru langt suður í Indlandshafi, Þórekkin á Persaflóa, af ótta við að vera skotnir niður, og bandaríski herinn hefur enga þá hernaðar getu að hann geti lagt undir sig eitt eða neitt í Íran. Bandaríski herinn tiltölulega fámennur. Hann innan við 500.000. Og það talið að þurfi að minnstakosti 1.000.000 til 1,5 hermanna á fæti til þess að gera innrás í Íran. Það sjá það allir að það verður aldrei gert. Og síðan þetta byrjaði á því að Bandaríkjamenn ráðast á Íran þegar að samninganefndir landana höfðu nánast náð niðurstöðu og utanríkisráðherra Óman hafði lýst því yfir að það væri búið að greiða úr ágreiningnum og ekki eftir annað en að skrifa undir samningana. Gerist aftur núna að það gert eins konar vopnahlé og hverjir röfu það? Það fundur í Ankara í Tyrklandi þar sem allir leiðtogar NATO-ríkjanna voru samankomnir. Þá erum við komum að því. Þetta hluti af þessu sem ég að tala. Ég veit, en ég verð að koma því að vegna þess að þetta alveg nýtt að vestrænar þjóðir taki menn af lífi eins og Bandaríkjamenn hafa gert. Það alveg nýtt að þessi aðferð sé notuð á þennan hátt á svona hrikalegan og augljósan hátt án ástæðina. Þegar koma inn í myrtur og fjölskylda hans og glaðst yfir því. Þá missa Bandaríkjamenn tök á því að í einu vettfangi gagnvart þeim uppreisnum sem höfðu verið í Íran og þeir kannski stuðlað að reyna koma ólgu af stað þar, þá sameinast þjóðin á því andartaki. Og nú síðast þegar þeir sprengja á fólkið í útför, fjölskyldunar 3 daga útför. Þetta eitthvað svo siðlaust og svakalegt. Já, það orðið augljóst hversu siðlaust og svakalegt þetta en Donald Trump hefur hrósað sér af því eins og Barack Obama gerði áður af morðverkum. Barack Obama
var forseti í Bandaríkjónum þegar að Sádi-Arabinn sem var borin fyrir því að hafa sprengt turnana í New York var myrtur í Pakistan. Trump var forseti þegar að Soleimani, yfirmaður íranska byltingarvarðarins, var myrtur í diplomatískri sendiför í Sýrlandi. Ísraelsmenn myrtu leiðtoga Hezbollah samtakana og þá sem voru á fundi með honum djúpt í jörðu undir byggingu í Líbanon. Já. Þessir menn voru vafalaust ekki saklausir að skilningi eða viðhorfi Bandaríkjanna og Ísraelsmanna, en það aðferðin sem notuð og svo þetta að hælast af morðum. Ég nefndi 2 Bandaríkjaforseta sem hældust af árangri við morðverk, Obama og Trump á fyrra kjörtímabili. Ísraelsmenn gera þetta alltaf, þeir hælast hverskins illskuverk sem þeir framkvæma og vilja helst taka þeir upp á myndbönd og útvarpa þeim, til dæmis það hversu vel þeir standi sig. Árásin á Íran núna sem byrjuðu þetta stríð og var endurtekin með nokkrum hætti eins og þú nefndir þegar að útför Khomeinis stóð yfir. Þá gerðu Bandaríkjamenn loftárás á Íran en þeir sögðu að það væri svar við árás Írana á skip á Hormússundi. Förum aðeins yfir það. Íranir hafa lýst því yfir að Íranir og Katarar muni framvegis ráða sundinu. Og Íranir muni ekki heimila neina siglingu sundið nema þeirra skipa sem þeir fallist á að fari þar inn. Bandaríkjamenn fengu kaupskip, líklega olíuskip, til þess að læðast með ströndinni Arabíu megin inn á sundið. Íranir vöruðu þá við að þetta skip hefði ekki leyfi til þess að fara þarna Það var hunsað. Þá kveiktu Íranir í skipinu. Þetta var tilefnið sem notað var til þess að ráðast á Íran og rifta því samkomulagi sem var í gangi friðarsamninga. Núna síðast. Og þetta gerist á sama tíma og Trump Bandaríkjaforseti og allir leiðtogar NATO eru staddir í Ankara í Tyrklandi og ég hvet nú menn til þess að verða sér út fréttaefni af þeim fundi því að hann með eindæmum. Trúðslætin og flæðrið upp Trump var með eindæmum af hálfu Evrópumannana en ekkert sagt frá þeirri gagnrýni sem þó kom fram á fundinum. Ræðum það í annan tíma. En eitt af því sem að Bandaríkjamenn sprengdu í Íran í þessari atrennu núna voru samgöngumannvirki til þess að koma í veg fyrir það að hægt væri að fara með líkfylgdina Íran eins og Íranir höfðu áætlað. Þeir byrjuðu í Teheran, þetta tók 3 daga, þetta 3 daga líkvaka yfir fjölskyldunni. Þeir byrjuðu í Teheran með því að þar gafst erlendum sendifulltrúum færi á að votta Khamenei og fjölskyldu virðingu og það mjög vel þess virði að fara yfir þau myndbönd sem sýna hverjir komu og hvaðan þeir komu. Því það voru bara hins svokölluðu Vesturlönd sem vantaði. Morðingjarnir náttúrulega höfðu vita á því að halda sig fjarri og bandamenn þeirra, það að segja flestar Evrópuþjóðurnar, Kanada, Ástralía, Nýja-Sjáland og þessi svokölluðu vestrænu ríki. Ekki létu íslensku forystumennirnir sjá sig. Nei, vitaskuld ekki, því að við erum NATO megin. En hérna, það fróðlegt að sjá hverjir voru sendimenn hinna ýmsu ríkja Asíu, Afríku og Suður-Ameríku. Og það má lesa úr því hverjir voru sendir. Í mörgum tilvikum voru það þjóðhöfðingjarnir sjálfir. Í öðrum tilvikum voru það mjög hátt settir embættismenn
og eftir því sem þeir eru lágt settara sér maður hversu fjarri þeir eru íransku stuðningi við Írani, en það að vera á staðnum vottar stuðning. Og ég held því fram að í þessari styrjöld Bandaríkjanna og Ísrael gagnvart Íran frá því í febrúar á þessu ári og að fram á líðandi stund, þá hafi Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn endurreist áhrif Íslams í heiminum. Íslam er á hraðri uppleið, nýtur æ meiri virðingar og menn taka mark á því að þessi menning undir forustu ekki sunni manna heldur šía sé einhvers virði, og það er undanfarið þess að šía múslímar í heiminum nái verulegum pólitískum árangri á heimsvísu. Þeim hefur tekist það, Kananum og Ísraelsmönnum núna, eða þessum síonistum sem standa þessari styrjöld, að gera það sem að salafistunum tókst ekki. Salafistarnir sem frá því á 19. öld reyndu af alefli á öllum sviðum, pólitískt, menningarlega og svo framvegis, og með öllum tiltækum ráðum, einnig með hryðjuverkum, að hefja Ísland til vegs og virðingar aftur í heiminum. Þeim tókst það aldrei. En núna hefur Bandaríkjamönnum og Ísraelsmönnum tekist það. Ja, mér liður nú illa undir þessari frásögninni og vildi nú kannski ræða það síðar en nákvæmlega staðan, því að í þessu samtali getum við ekki farið í styrjöldina Úkraínu og Rússland, en ég vil fá þig til þess aðeins að nálgast þetta meira. Hvaða staða er núna þegar Trump segist ætla að sprengja þá í loft upp og Ísraelsmenn fagna þessu náttúrulega, þeirra von er að mínu mati að þessar sprengjur sem að Íranar settu á herstöðvar Bandaríkjanna á alla staði nema í Sádi-Arabíu og eyðilögðu og enginn segir frá, er bara að koma heimstyrjöld á þessum vettvang. Hún er yfirstandandi, það er yfirstandandi heimstyrjöld, en menn gæta þess á alla vegu að hafa bönd á henni, hún er ekki eins og síðari heimstyrjöldin allir á móti öllum alltaf með öllum tiltækum ráðum, heldur eru menn að reyna að afmarka og takmarka átökin og átakasvæði. Þú varst búin að segja að Írani væri búin að sigra þetta. Já, þeir eru búin að því. En heldur að Trump með sínum yfirlýsingum í dag, bara í gær, er þetta bara orð, eða hvar stendur Ísrael gagnvart þeirri hættu að þegar Íran eru búin að sprengja herstöðvar Bandaríkjamanna á þessu svæði allstaðanum í Sádi-Arabíu, af hverju skildu þið Sádi-Arabíu eftir? Sko, hernaðar geta Bandaríkjanna og Ísraels er takmörkuð. Hernaðar geta Bandaríkjamanna takmarkast að vitaskuld við það að þeir þurfa yfir haf að fara, og reyndar fleiri en eitt haf að fara á þessar slóðir. Þeir eru ekki að berjast heima hjá sér. Og þeir berjast eingöngu í lofti. Þeir eru ekki með neitt mannskap á jörðu niðri. Og hvaða árangri sem þú nærð með lofthernaði, og getur drepið og eyðilagt með lofthernaði, en þú getur engu haldið. Þú tekur ekki þó þitt vald, heldur engu. Ísraelsmenn hafa heldur engin tök á því að halda nokkrum sköpuðum hlut. Ísraelski herinn er mjög fámennur og hann ræður valla við það sem hann hefur í höndunum núna, innrásina í Líbanon, innrásina á Gaza, innrásina á Vesturbakkan og stríðið í Sýrlandi. Ísraelsmenn eru í styrjöld á 5 vígstöðum, þessum löndum sem ég hef verið að telja upp, fyrir utan það að þeir eru með hútana í Jemen á bakinu. Stöðugt. Þannig að ísraelski herinn, hann býður allstaðar afhróð.
Mannfallið og eyðileggingin á hergögnum og árangursleysið í Líbanon heiminn hrópandi. Í fyrra dag réðust réttrúnaðar gyðingarinn á herstöð í Ísrael og voru bornir út þaðan og handteknir í stórum stíl. Það sá atburður, ekki hefur verið sagt frá honum hér, en hann mjög í fréttum í Ísrael vegna þess að hann setur í fókus fyrir Ísraelsmönnum sjálfum hvernig ástandið í stríðinu. Tilefnið var það að yfirvöld í Ísrael vilja neyða réttrúnaðar gyðinga til þess að gegna herþjónustu. Þeir neita því. Og yfirmenn hersins í Ísrael segja við höfum ekki menn, við höfum ekki nóga hermenn. Ekki einu sinni til þess að verja heimalandi, það að segja Ísrael sjálft. Og þeir sem eru boðaðir til herþjónustu og hafa hingað til oftast nær mætt þegar þeir eru boðaðir, því þetta meira og minna borgaraher í Ísrael, fastaherinn mjög fámennur, þá mæta menn ekki. Og þeir sem eru kvaddir í herinn eru í hernum og eru kvaddir til að gegna herþjónustu í Líbanon, þeir ýmist neita að fara eða kom ekki, mæta ekki. En byrju, hver þá staðan í... Staðan svo að það eru Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn sem eru í algjöri pattstöðu. Þeir hafa tapað vopnuðum átökum við Írani. Þeir hafa ennþá getu til þess að eyðileggja og sprengja og myrða og drepa eins og þeir hafa gert í þessu stríði með þessum venjulegu bandarísku aðferðum sem Ísraelsmenn beita til hins ítrasta, þar sem kallað carpet bombing, þar sem að þú ferð með yfirmáta herstyrk í lofti gegn oftast nær varnarlausu fólki, sprengir og brennir og drepur og eyðileggur eins og þú getur af handahófi. Samanber má ég nefna barnaskólan í Íran sem að sprengdur var upp 70 stúlkur á aldrinum 6 til 12 ára sem voru einn fyrstu fórnarlömbin í þessu stríði. Já. Þetta gera þeir. Þetta aðferðin sem að Úkraínumenn beita í Rússlandi. Þetta hinn vestræna hernaðaraðferð. En býtu við verðum að fara að enda þennan þátt og taka annan þátt Árangurinn sést þarna á þessum myndum hér. Þetta Laskaris, Dimitri Laskaris, kanadíski Grikkinn sem að hefur verið í Íran undanfarið og fylgdist með útförinni, þessari 3 daga útför Khamenei fjölskyldunar. Þessi ganga sem að hann í þarna mun hafa verið í Teheran. 10 milljónir manna tóku þátt í henni. 10 milljónir þeirrar þjóðar sem á samkvæmt vestrænum upplýsingum að þrá það helst og mest að losna við stjórnvöld og vera laus við ayatollana og fá keisaran aftur og allt þetta. 10 milljónir manna fylgdu fjölskyldunni til grafar í Teheran athöfninni. Síðan var farið með líki til hinnar helgu borgar Qom. Þeir þurftu að fara hjáleið til þess að komast tilbaka þaðan því að Bandaríkjamenninni sprengdu upp brýrnar á leiðinni milli Teheran og Qom og það nú kannski verður að segja þeim það til afbötunar að þetta helsta flutningaleiðin milli Kína, Rússlands og Teheran fyrir alla flutninga, þar með talið ef einhverjir eru hergagnaflutningar. Þannig að það má hanga á því að þetta hafi verið hernaðarlega mikilvægt skotmark. En svo hefur sjálfur fylgst með áráðurinnum af þessum atburðum af því að engar fréttir hafa borist á hann. Eingöngu áráður. Já, eingöngu áráður, það rétt. Og ég ekki með þessum orðum mínum að flytja vörn hvorki fyrir Íslam eða Íran. Ég bara að vekja athygli á hinum almennu staðreyndum í þessu máli. Þetta einkennist af hálfu vesturveldana, af hálfu Bandaríkjana og gleymdu því ekki að NATO aðili að hernanum þó í afmörkuðum og mjög smáum stíl sé. Einkennist af banatilræðum og griðrofum. Það eru banatilræði og griðrof, morð og griðrof.
sem að umfram allt annað einkennir þennan hernað gagnvart Írönum, fyrir utan og öll digurmælin og svívirðingarnar sem að Trump lætur ganga á þeim og hótanirnar, gleymdu því ekki að fyrir það að ætla eða hafa staðið að slíkum verkum voru Þjóðverjar hengdir í stórum stíl eftir Nürnberg-réttarhöldin. Þeir voru hengdir fyrir það að hafa hafið styrjöld að fyrrabragði, óréttmæta styrjöld, og þeir voru hengdir, og það með réttu, í lok Nürnberg-réttarhaldana, fyrir það að hafa staðið að ýmsum glæpaverkum, eins og þeim sem að hafa verið framinn og verið að fremja í Miðausturlöndum. Já, ég vona og tækir eftir því sjálfur hvað þú ert að segja núna. Já, ég vona það. Að það sé rétt bara að hengja Trump og... Nei, ég ekki að segja það. Ég sagði að Þjóðverjarnir hafi verið hengdir með réttu eftir síðan. Þú ert að gefa það í skyn. Ég að gefa það í skyn, ég að fullyrða það að málflutningur Trumps og framferði Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna og ýmsa Evrópu þjóða í þessum ófriði ekki síður alvarlegur og jafn alvarlegur eins og það sem að Þjóðverjarnir voru hengdir fyrir í lok Nürnberg-réttarhaldana. Ég skildi vel hvað þú sagðir og við höfum þó ekki farið að segja þessa nýju aðferð Trumps að bara verða... Að eyða heilli siðmenningu. Já, og bara verða sjóræningjar til viðbótar en það annað mál. En ég ætla að enda á spurningu bara beint til þín. Miðað við Trump, hvernig getur hann, og þú fullyrðir að stríðið sé tapað, ekki bara fyrir Trump, heldur fyrir Ísrael líka, og meiri segja hútar eru komnir að ógna stöðva umferði Rauðahafi. Þeir hafa lengi gert það. Já, núna eru þeir allt í einu að vaksa, en spurningin hvað gerir Trump þegar hann að tapa styrjöldinni? Getur hann nokkuð annað en að fara að nota litlu kjarnorkuvopn? Meðan hann getur haldið styrjöldinni áfram, þeir eru ekki alveg búnir með öll vopn, en þeir eru orðnir ansi tæpir. Þeir geta haldið þessu áfram eitthvað, kannski vikur, kannski mánuði, og meðan þetta helst við, þá græða menn, ekki bara vopnaframleiðendurnir, heldur þeir sem að hafa aðstöðu til eins og Trump fjölskyldan til þess að græða á þessu stríði eins og ófriðnum í Úkraínu. Og þetta einkennið á báðum styrjöldunum. Þau eru bæði gjörtöpuð þessi stríð. Íranir hafa sigrað við Persaflóa og Rússar hafa sigrað í Úkraínu. En samt heilmikið eftir af stríðinu. Við tökum það í seinni þætti Rússland, Úkraínu og Bandaríkin, en þú vilt ekki alveg svara mér? Jú, ég vil svara þér, en ég vil segja eitt til þess að gera það alveg ljóst, að prinsipíelt ég ekki mótfallin dauðarefsingu. Í prinsipinu, ég tel að séu til rök fyrir því að menn hafi gert segir svo alvarlega glæpi að þeir hafi fyrirgert rétti sínum til lífs. En samt ég, þrátt fyrir þetta, ekki fylgjandi dauðarefsingu. Vegna þess að hættan á réttarmorði alltaf fyrir hendi. Og það að heilt samfélag sem dæmir einn til dauða og stendur að aftöku eins manns, það getur ekki borið þá blóðsekt sem að alltaf hætta á. Þess vegna það betra, þó það sé grimmúðulegra að loka menn inn til lífstíðar. Nei, þetta nú ágætt þú segir þetta, því að ég skildi þið nú með öðrum hætti í yfirferði áðan, en áður við endum hér, hvað verður Ísrael í þessari stöðu? Eða rétt mat þitt að Íranir séu búin að sigra Bandaríkjamenn á þessu svæði og styrjöld Ísraela með fulltingi Bandaríkjana á Gazasvæðinu og í Líbanon? Hvernig heldur það áfram? Við brögðum upp mynd af bandarískri skýrslu áðan í síðasta þætti. Já. Og ef þú lest þá skýrslu þá bendir margt til þess að
Bandaríkjamenn gerir sér grein fyrir því að þeir verða að fara frá Miðausturlöndum. Þeir verða að fara með herstöðvar sínar og nærveru sína þar. Þá sitja Ísraelsmenn einir eftir og eiga ekki möguleika eins og þeir hafa hagað sér á því að fá nokkurn frið meðan þeir haga sér eins og vitfirringar eins og þeir hafa gert að undanförnu. Þannig að ég tel það mjög líklegt að Bandaríkin á einhverju stigi drægi herstyrk sinn af svæðinu. Já, hvað verður þá Ísrael? Það undir Ísraelsmönnum sjálfum komið. Ef að þeir draga sig heim og halda sig innan þeirra landamæra sem Ben Gurion vildi að þeir gerðu, ef þeir gefa upp á bátinn alla þessa drauma stór Ísrael frá Nílarfljóti til Tígrisfljóts, ef að þeir hætta við landvinningarstríð sín gagvart Gaza, gagvart Vesturbakkanum, gagvart Palestínu, gagvart Líbanon, gagvart Sýrlandi og gagvart Írak og þess vegna Jórdaníu. Ef þeir gefa þessa stórveldistrauma upp á bátinn, þá geta þeir náð friði við alla nágrann sína. En meðan þeir halda uppteknum hætti, þá stefnir allt í það að þeim verði eitt. Og Íran hefur fulla burði til þess að eyða þeim. Þú ert búin að gleyma því sem ég veit og ert ekkert búin að gleyma. Hver forsætisráðherra í Ísrael og hver ræður yfir kjarnorkuvopnum í Ísrael? Netanyahu döðlegur maður eins og þú og ég og hann endist ekki til eilíðar. En kjarnorkuvopnin eru til staðar í Ísrael. Jú, en ef þeir dirfast að beita þeim, gagvart Íran, þá munu Íranir eyða Ísrael. Þetta ríki sem ekki stærra heldur en Reykjanesskaginn hér á Íslandi og Íranir geta þess vegna ef þeir vilja teppalagt svæðið með sprengingum. Já, við skulum hætta í þessari stöðu en ef annan þátt, ég vil bara yfir hvað þú ert harður í þessu en hreinskilin og ég get ekkert mótmælt þessu sem þú ert að segja því að þú ert með þekkinguna á þessari stöðu en ég miklu minni en mér líður bara afskaplega illa að þetta sé staðan því að ég skil hann ekki öðruvísi en að þetta endi með kjarnorkustyrjöld. Því að þó að Íranir hafi þessi vopn, þá hafa þeir ekki vopnin á móti kjarnorkuvopnum Ísraela og þó að þeir fái þá kjarnorkuvopn, jafnvel frá Kína eða Rússlandi, þá erum við komin í nálgun til heimsendis. Pakistanar hafa boðið Írönum kjarnorkuvopn. En ég gleymdu því ekki að Íranir hafa alla tíð neitað smíði og beitingu kjarnorkuvopna. Sunni íslamistar telja að það sé siðferðilega rangt að beita slíkum vopnum vegna þess að þó að sé rétt og sanngjarnt, skynsamlegt og skyldugt að drepa óvini, þá má ekki drepa þá sem að ekki eru beinir aðilar að hernaðinum. Og Khamenei gamli bannaði smíði og beitingu kjarnorkuvopna. Khamenei gamli lagði fatwa á smíði kjarnorkuvopna. Og í þetta dæmi nefni ég hér í lokin vegna þess að þarna kristallast áróðurs bullið úr Vesturlandamönnum. Bandaríkjamenn hafa alla tíð haldið því fram að Íranir væru að hreinsa úraníum til þess að smíða kjarnorkuvopn. Ef þeir ætluðu sér það, þá eru þeir löngu búnir að því. Þeir hafa hins vegar lotið þeim úrskurði Ayatollans að það sé ósiðlegt að eiga, smíða og beita slíkum vopnum. Ég heyri orðið. Íran gríðarlega stórt land, fjöllótt. Þeir geta varist þar til. Geir, ég gerir mér grein fyrir því en ég verð að segja við og vil fá enda með því. Gott. Það sem þú ert að segja hér við mig. Við tveir prestar á Íslandi, gamlir. Hvers vegna erum við komin á þennan stað að jafnvel að viðurkenna það að einn kristna menning á Vesturlöndum sé að tapa öllu siðgæði við þessa menn sem þú ert að tala að hafi það siðgæði að ætla að standast það sem að kraf í samskiptum
þjóða og manna. Þarna grípurðu á kjarnamálsins. Er menningin á Vesturlöndum kristin ennþá? Hvernig er komið fyrir kirkjunni á Vesturlöndum? Ekki fara að leifum okkur að hugsa þetta sem ég sagði og þú þarft ekki að útlista það sem ég var að gefa í skyn og þykir erfitt að viðurkenna. Við endum þetta núna með því að segja báðir amen. Gott og vel.